Við erum hérna komin í Fab Lab í Reykjavík og með okkur hún Bryndís og hún ætlar aðeins að segja okkur frá Fab Lab. Hvað segirðu gott, Bryndís? Ég segi bara allt fínt. Velkomin, heimsókn. Takk fyrir það. Mættu við kíkja aðeins inn og sjá hvað þeir að gera? Sjálfsagt. Gangi í bæinn. Fab Lab stafrænsmiðja þar sem við segjum ofta að draumar geta orðið að veruleika. Hér getum að búa til ýmsa hluti, komið, lært nýja hluti, lært áfram, þróað hlutina sem maður hefur kunnað. Maður sér hérna fullt af dæmum sem maður hefur búið til. Það er hægt að búa til mót af hinum og þessum hlutum. Við skerum út, laser prentum og það er hægt að laser 3D prenta og laserskera og fræsa og ég veit ekki hvað. Þetta Catan-spil var til dæmis búið til hérna og margir sem hafa mjög mikinn áhuga á svona hinum þessum og við höfum verið að leika okkur með mýsli sem er lífniðurbrjótanlegt efni og unnið í hinum og þessum verkefnum. Þetta er í rauninni staðurinn sem þú vilt koma á ef þú vilt skapa einhvers konar hlut eða ert með hugmynd að einhverju nýrri vöru, að þá var hægt að koma hingað til þess að útbúa kannski prótótípun og koma þessu stað. Þetta er absolutt staðurinn sem þú myndir vilja koma til þess að tilraunast áfram. Við erum með einstaklinga sem að geta bæði, þú getur rætt við og þróað hugmyndina áfram eða bara búið til, eins og ég segi, litla prótótípu. Þar sem að er hægt að fara síðan til fyrirtækja og sagt, hei, ég vil búa til þetta. Og þá getur maður sýnt hlutin og þá skilur fólk miklu betur hvað maður er að tala um í staðinn fyrir að maður kemur svona, ég er með svona hugmynd að einhverju. En kom, löpum með að sleika. Við erum sérstætt með tölvuaðstöðu sem að hægt er að fara að lána til þess að vinna í hinum á þessum hlutum. Hérna erum við með vínilskera og það er hægt að skera út og búa til alls konar merkingar sem að fara á veggi. Þá að fara merkingar á bíla og þess að þar. Það er líka hægt að búa til hitapressa á boli. Þetta er til dæmis endurskinsefni sem er hitapressað á og mjög skemmtilegt að segja frá því við höfum unnið með grunnskólum hér í svæðinu í verkefni sem heitir Skapandi námssamfélag og þá bjuggu krakkarnir til sín eigin endurskinn. Það var skannað inn, útbúið, setti tölvuna, skorið út, plokkuðu það, settu á flíkina sína og hitapressaði síðan hérna í þessum vélum. Þannig að það er margt skemmtilegt hægt að gera. Þetta er svona leynivopn. Það er hægt að gera alls konar hluti með þessu. Við höfum það er brandar í gangi hjá okkur að við myndum vilja búa til fræsirás sem er í ból til þess að búa til fjárstýringu. Við stelpurnar viljum hafa hana í sófa þannig að við stjórnum sjónvarpinu heima en hann Arnar sem er vinnurinn hann vil búa til ból þannig að hann er bara í bolnum og gerir on-off og næsta. Svo er stóra fræsiherbergi, það er hér. Það er greinilega verið að taka til eitthvað akkurat núna, það var vanalega ekki svona en þá erum við með stóra sjoppbátinn. Þessi gæi, hann fræsir út í tvívít eða það sem við líka viljum stundum kalla 2,5 vít. Þetta er svona skemmtilegt dæmi. Hér er verið að búið að festa niður plötu og það er búið í tölvuforriti er búið að leggja niður skurðarlínur og hnífurinn hér er búinn að fara og fræsa þetta út. Þetta er eitt af svona dæmunum sem okkur finnst mjög skemmtilegt að segja frá. Þetta er svona þessi 2,5 vít. Þá út af því að hann getur farið svona rúnað niður að miðjunni að það væri náttúrulega hægt að bara hætta þar en svo var hann snúið við og fræst hinum megin og þá fengum við svona hálfgerða þrívít. Það væri alveg hægt að skera á og pússa niður og fá út þrívíðan hlut. En er margt sem hefur verið gert og búið til. Fræst út alls konar og svona smá verkstæði sem er líka til þess að geta svona smá klárað hlutinn. Við erum líka að vinna í eins og sáuð þegar þið komið inn að þá er hægt að búa til mót af hlutum, mýsli og þess háttar.
þetta er svona rými sem við nýtum fyrir það. Þannig að Það er ýmislegt í boði. það er ýmislegt í boði, sko. Og þið sjáu hvað þessi plata er stór. Já. Að þessi fresi, hann alltaf tekur alveg mjög stóra plötur og eins og plöturna sem eru þannig fyrir vegginn. En þannig að það er margt sem er hægt að gera. Hér er verið að sem sagt útbúa hillueiningu eins og við vorum að skoða áðan vínilskeranum sem á að fara í grunnskóla hérna í nágrenninu. Út af því að við höfum verið að vinna verkefni með þeim þar sem að kennararnir hafa verið að læra á tæknina og eru síðan að svona nýta þá vitneskju til þess að breyta og þróa kennsluefni og færa þeim í grunnskóla. Fylgið með mér, höldum áfram. Hérna er sem sagt bókin sem við erum búin að setja á netið út frá skapandi námssamfélagi. Það heitir fabment.com og það er hún Hafey sem að bjóð það settið saman. Hafey og Þóra eru alveg hugmyndarsmiðir hvað það varðar. Svo erum við með 3D prentara. Þeir eru hér. Hér er verið að 3D prenta flugvél, syns mér. Það var að kíkja á það. Já. Við erum með 2 Ultimegra og 2 brúsur. Hvað tekur langa tíma að prenta svona? Það fer allt eftir stillingum. Já. Það er hægt að koma og prenta eitthvað sem að tekur 20 mínútur og er þá gróft og getur verið lítið. En svo getur þú prentað sama hlut sem er jafn stór og það getur tekið 4 tíma. Út af því að þetta er í raun náttúrulega bara svona svo límbissa og þá er stillingareiginleikinn, það er parturinn af því hversu mikið lím plast kemur út og það fær allt eftir. Ef að frumkvöðl kæmi til dæmis hingað og myndi bara vilja hafa svona grófa útgáfu til þess að geta tekið í fyrirtæki og sagt þetta er það sem ég er að hugsa eða jafnvel ef við tökum design thinking, setja hlutina saman, er þetta það sem þú varst að segja mér? Og einstaklingurinn myndi segja, takkin ætti að vera hér eða þar, þá gætir alveg komið og búið til litla frumgerð sem að tæki stuttan tíma, en þá er bara að tala við tæknifulltrúan okkar og fá aðstoð í stillingunum í tölvunni. Þannig að aðili sem er að hlusta núna, sem kannski er með einhverja hugmynd, en kannski ekki mikla tæknilega þekkingu eða skilning, hann gæti komið hingað bæði til þess að fá smá aðstoð við að móta þetta og líka síðan til þess að prenta út protótípu til þess að sjá þetta fyrir sér í raunveruleikanum og byrja kannski að þróa þetta áfram. Já, Hafliði sem að vinnur hann er einstaklingur sem þú myndir vilja tala við og vilt velta þér fyrir tæknilegar lausnir, hugsanlega efnisval og eiginleika og útfærslur. Bæði Hafliði, Arnar og Hafey gætu öll hjálpað með að hjálpa þér að skoða hvernig það væri í forritinu ef það væri búið að setja það upp og síðan þegar það er komin hugmyndin þá er ekkert mál að koma hingað og setja skjalið inn í forritið og byrja að prenta og gera tilraunir. Það eru alltaf einhverjir sem að geta aðstoðað. Við erum með opið hús á þriðjudögum frá 1 til 8 og þá getur hver sem er komið inn og pröfað og gert tilraunir. Þá eru einstaklingar sem að vinna sem er bara tileinkað þeim tíma að vera að hjálpa fólki. En ef fólk er með stærra verkefni þá er oft betra að senda tölvupóst á flr.is og spyrjast fyrir ég með þessa hugmynd get ég komið og kíkt og komið í spjall, komið í handleiðslu. Það er alveg ótrúlega margar lausnir, en eins og hugmyndirnar eru fjölbreytnar þá eru lausnirnar líka svona misjafnar. Þannig að við reynum svona svolítið að aðlaga bara hverjum og einu. Okay. Hvernig er með það fyrir þá sem hafa áhuga á komingað? Hver er kostnaður við það fyrir þá? Hversu dýrt er að koma til ykkar og fá smá ráðgjöf og kannski prenta eina protótípu? Ráðgjöfin kostar ekki neitt. Handleiðslan, við erum að fá hópa sem á komið svona sérstaklega í einhverjar ákveðnar handleiðslur. Það er svona kennslustund sem við setjum saman og gefum verðum. En að koma í handleiðslu til að læra á forritið og sérstaklega núna þegar við erum komið með fabment.com að fólk getur farið inn, fundið verkefni og byrjað aðeins að leika sér heima,
tilraunast pínkulítið við allt sem í FabLabinu gengur út frá að nota forrit á netinu sem eru ókeypis og mjög aðgengileg og þannig að eins og Inkscape að þá getur náði það tölvuna, byrjað að tilraunast aðeins og leika þér smá og svo getur komið hugsanlega og sagt bara, heyrðu, ég lenti í vandamálum með þetta og síðan vinnum við það áfram. En það alltaf hægt að panta tíma í spjall og handleiðslu og þess að við rukkum ekki fyrir það. En við rukkum aftur á móti, það borgað fyrir efniskostnað og þá það bara grunnkostnaðurinn á því og svo ef að tækið er nýtt í lengri tíma. Og það eins og ég segi líka bara stillingaratriði og fer svolítið eftir umfangi verkefnisins. Þannig að þessi spurning kemur alltaf svona hvað á þetta að kosta mig og þetta getur kostað allt frá 500 krónum upp í eftir hvað verkefnið er stórt og hversu mikið það er. En ég myndi svona, fyrir þá sem hafa bæði verið að kaupa efni hjá okkur og nýta tækin þá það kannski verið svona 2500 krónum fyrir svona einhverjar meðal protótípur. Ok, það ekki mikill peningur. Nei, það ekki mikill peningur en síðan erum við með svona efni, eins og sér að það eru verðskrá sem hérna inn í laserskeranum að til dæmis litað plexigler í stærð 30x60 á 3,5. Og þetta bara, en það velkomið að koma með þetta eigið efni og bara nýta tækið. Getur komið til dæmis til þess að fara í laserskeran eða fræsin, þá getur komið með þetta eigið efni inn, en þá þurfum við líka bara að eiga þetta samtal, það þarf alltaf að eiga þessi samtal fyrst til þess að vera viss að þetta sé efni sem má fara í tækið. Svo Algjörlega. Ég veit við erum búin að skoða mikið, en ég veit það ennþá meira. Ég var aðeins að kíkja hérna inn í. Endilega. Heyrðu, kíkjum hérna inn. Þetta sem sagt geislaherbergið sem með Star Wars þemuna. Hér erum við með tvo svona Apollo Glazer sem eru í minni stærð og svo þessi Anakin stærri. Og hér hægt að skera út ýmsu hluti. Það sem sagt geisli sem fer niður og sker út eða brennir út efnið. Þannig að við getum ekki verið að brenna út eitthvað sem endurspeglar geislanum. Þá myndi hann bara fara upp og eyðileggja tækið. Það hægt að taka til dæmis bakhliðin á spegli. Og þá þessi en það sést í gegn. Og það líka hægt að taka vissa hluti þar sem það svona plastfilma sett yfir og þá hann ekki að endurvarpa geislanum. En í þessu herbergi erum við líka að vinna, í grunninn erum við að vinna með eitthvað sem tvívítt. En það hægt að búa til tvívíða hluti sem enda í þrivíða hluti. Þá þessi blómararós, hún skorin út, hver og einn hlutur skorin út og svo var hann púslaður svona saman til þess að búa þetta til. Þetta skorið út í þessum tækjum? Já. Það Og það alls konar efni sem hægt að skera út í þessu eða? Já, við erum með glerflöskur og glös. Það hefur verið svona ýmsu skemmtilegur hugmyndir sem hafa komið. Til dæmis eins og tilraunir erfiður dagur, mamma fer að djamma og þá mælikvarðan á hvað maður þarf mikið vín, sko. En það eru rosalega mikið af skemmtilegum hugmyndir sem að koma, fólk kemur inn og býr til afmælisgjafir og misjafnt. Tilraunir með að búa til litla kassa og hitt og þetta. Hér búið að búa til taflborð þar sem að taflgæjarnir eru ofan í og þá var þetta sem sagt brennt í burtu og hér og svo skorið út og neðri platan var límd við. Og svo erum við með, við sem sagt líka skerum í plexi og leður. Hérna skal ég bara raða niður og sjáu þið svona misjafnt þessa eiginleika að þetta sama aðferð en efniviðurinn tekur svona öðruvísi við sér. Þessi glæri, það sést kannski ekki
nægilega vel þarna, en ef maður myndi vilja setja glært á lit þá kemur það líka skemmtilega út. Leður getur verið skorið. Og við höfum fengið hingað arkitektanemenda frá Listaháskólanum sem hafa verið að búa til svona landslagsplön sem má segja í raun svona svolítið eins og þetta. Þetta bara pappír skorinn út og svo var hann límdur saman. Já, það svona margt sem hægt að gera. Það hægt að skera í hlutin, setja saman og búa til nýjan og leika sér síðan með að fylla upp í og þessu svona risaeðlurnar. Þannig að það í raun bara, ætla sé ekki eina sem að stoppa mann hérna inni væri hræðslan við að leyfa hugmyndafluginu að fara svolítið á flakk. Einmitt. En það sem líka svolítið gaman við þetta svæði, ef við komum hérna inn í saumasvæðið. Farðu hérna. Það svona það sem að mér finnst vera galdurinn við Fablabið að einstaklingur kemur inn með eina hugmynd og svo með því að vera að tala við okkur, að tala við fólki sem hérna, að þá dettur þeim kannski eitthvað nýtt í hug. Þetta til dæmis 3D-prentað á tjölu. Og þá sem sagt byrjað að prenta, prentunin stoppuð, tjöluð sett á og haldið áfram prentuninni. Vá, sniðugt. Og þetta þá hægt að breyta í búning eða hvað eina sem maður vil. Þannig að það er skemmtilegt. Galdurinn byrjar að gerast hérna þegar maður byrjar að blanda saman alls konar eiginleikum. Maður hefur kannski þekkingu á einu tæki eða tileinkaðir tíma til þess að læra á eitt tæki og svo svona, en hvað ef við förum út í að gera hitt og þetta? Þannig í rauninni stór hluti af vöruþróuninni á sér stað hérna. Þannig að þegar fólk fær hugmynd, það á það ekki endilega að vera að bíða með hana heima og reyna að klára að þróa hana þar, heldur koma hingað, eiga samtal við ykkur og sjá hvernig hún þróast í mjög kreatísku umhverfi eins og þessu hérna. Alveg endilega. Við vitum það náttúrulega það gerist að lítið ef maður bara eitthvað svona einn heima. Maður þarf að vera heima til þess að geta hugsað og útbúið og pælt og gert svoleiðis, en síðan hittir maður annað fólk, segir frá, fær hugmyndir, fær álit og það getur gerst heima hjá þér eða með vinum eða kollegum, en svo líka hægt að koma hingað og fá auka álit. En já, það er alveg bara sjálfsagt. Hérna saumavélin, þessi stafræna saumavél. Við erum með vídeo á Facebook síðan okkar þar sem að mynd af David Bowie og tekin á netinu og hafi útfærði hana þannig að vélin síðan saumaði. Hér er hægt að taka derhúfur á bol eða peysu og sauma á, framan á og búa til svona mismunandi hluti sem að hægt er að gera. Og það var nú einn hérna daginn að leika sér með að setja rafrás í að leika sér með rafmagni og textilnum, þannig að það er alveg ótrúlegustu hlutir sem að eiga sér alltaf stað hérna, þannig að þetta svona sama eins og með 3D-prentarinn okkar, að við erum núna, það bættist við í sumar, þá bættist við fleiri litir í prúsavélina og þá fór það. Það brotnaði ekki, þetta er svo vel gert, að þá er hægt að prenta út í mismunandi litum og gera og útfæra. Og svo erum við með rafmagnssvæði sem er hérna hinum megin mig, þar sem að væri hægt að meira að taka þetta skrefinu lengra eins og þetta, taka Arduino tölvu, setja eitthvað forritin í þarna, þræða svona, sauma saman, eins og ég segi, það er bara skæðislega mitt, það er bara hvað mann dettur í hug. Það er hérna á bakvið. Já, það er hér á bakvið. Og þetta er bara allt í boði fyrir í rauninni almenning, það þarf ekkert að vera meðlimur í einhverjum klúbb og það þarf ekki að vera í einhverjum sérstökum skóla eða annað slíkt. Nei. Þetta Fablab er bara hugsað til þess að skapa og búa til. Já. Opið fyrir alla. Já.
fablöpin á Íslandi. Við erum hérna með kort af Íslandi þar sem sýnir fablöpin hvar þau eru staðsett. Og þau eru opin, það misjafnt eftir hvað það getur verið. Kennsla í gangi, handleiðsla eða annað. Svona, það misjafnt kannski, misjafnt opnunartími hjá þeim og þá er náttúrulega bara best að fara inn á fablöpin sem er næst þér. Annarkvort í gegnum fablöp.is eða þá að bara googla eins og Fablab Hornafjörður eða Akureyri og Ísafjörður og hvar þær eru út allt. Að sjá svona hvernig töflunar eru hjá þeim. Hjá okkur þá erum við opnum alla daga kl. 9. Mánudagar erum við með opið til 6. Þriðjudagar erum við með opið til 8, opið til 6, miðvikudaga og fimmtudaga og svo föstudögum lokum við kl. 4. Það eru vissar kennslur í gangi hérna sem eru samstarfi með FB og öðrum hópum. Þannig að eins og ég segi, þeir eru með stórt verkefni, þá er mjög fínt að hafa samband við okkur fyrirfram og athuga hvort það sé upptekið. En allra best, ef þið hefðu aldrei komið hingað, er að koma bara á þriðjudegi á opið hús milli 1 og 8. Það er alltaf opið hús og það er hægt að koma inn að fá sér kaffi, spjalla, labba hringinn, aðeins kynnast hvað er í gangi. Og út af því við höfum alveg tekið eftir að svona fyrsta skrefið er að bara stíga inn fyrir og segja hæ og svo fer maður svona aðeins að kynnast í hvað er hægt að gera og þess háttar. Ég persónulega var alltaf svolítið svona fyrir nokkrum mánuðum þegar ég heyrði af fablabinu hrædd að koma inn í fablabið út af því ég var svona ok, ég er með tölvuþekkinguna en ég er ekki með neitt verkefni sem ég get gert og hitt og það. Ef ykkur langar að koma og pröfa, þá erum við með það sem við kallum svona uppskriftir. Það er hægt að bara fara inn á eins og á fabment.com og taka bara einu rýnisgera æfingu og bara pröfa sig áfram, koma, skera hann út, setja á eitt ból og bara svona til að pröfa það. Og það er bara allt í góðu. Það er gett gaman. Þannig að ég hugsaði það sama þegar ég var að hugsa Fablab að mér fannst einhvern veginn að ég þyrfti eitthvað svona tækni þekkingu eitthvað til að koma inn en það er í rauninni ekki tilfellið. Það getur í rauninni hver sem er komið og fengið svona smá leiðbeiningar á þetta. Já, við bjóðum upp á handleiðslu, við erum með fullt af upplýsingum þar sem að fólk getur svona tekið fyrstu skrefin sjálf. Það er margir sem eru með grunnþekkingu á hinum þessum forritum, telja sig kannski ekki eiga heima hérna út af því að þau hafi ekki neitt að gera. En það er bara velkomin í kaffi og bara kynnast okkur og tækjunum sem við erum með út af því að bara velkomin að nýta aðstöðuna. Hún er opin öllum.